Já, F-ingar meistarar, en þá ætlum við að fara í leik KR-inga og Breiðabliks sem var háður fyrr í dag og KR-ingar í öðru sæti með 31 stig, 4 breytingar á þeirra liði. Kjartan Henry og Haukur Heiðar eru komin í frí, þeir eru eftir meiðsli. Guðmundur Reynir Gunnarsson var í leikbanni og Björn Jónsson, Jónas Guðni, Emil Atla og Þorsteinn Már komin í liði. Hér er þrumuskot í slána, þetta var hörkuleikur, 2 breytingar á liði Blikana. Finnur Orri var í banni hjá þeim, þeir kom inn Everson og Þórður Steinar. Hér er Emil Atlason og takið eftir þessum þrumusleik í stöngina út og síðan bjargar Ingvar Þór Kali hérna að fá Þorsteini. Stórkostlega skot, flott spark eða spyrnutækni. Kontran á það. Já, kontran, mjög erfitt skot. Blikarnir unnu mitt fyrirleik þessara liða á Kópavogsvelli. Hér er Gary Martin, Þorsteinn Már og þetta er vítaspyrna. Þorvaldur Árnason dæmir víti. René Trúst Hatar ekkert að dæma víti á KR-vellinum. Þetta er víti. Já. Og það er Gary Martin sem fer á punktinn. En Ingvar Þór Kali ver þetta. KR var búið að skora úr 15 vítaspyrnum í röð þar til að það vantaði Kjartan. Vantaði Kjartan Henry, hverri góðu gamni. Hér er Emil Atlason með kröftugan sprett. Og Þorsteinn. Og þeir bjarga hérna á línunanast Sverrir Ingi Ingason. Þá er það aukaspyrna, Kristinn Jónsson takið eftir þessu. Þetta er glæsimark en veggurinn hjá KR-ingum, Viktor Bjarki og Þorsteinn Már. Við skoðum þetta betur og eftir eitt slagasti varnarveggur sem hefur verið settur upp held ég, markið á 34 mínútu, 1-0 fyrir Blika. Og hér kemur ágætis skoti á Tómasi Óla Garðarsinni. Tómasinn aftur, skemmtilega sendingu inn á Niklas Róte og Hannes bjargar í markinu. Og síðan mikil barátta hérna, Bjarni Guðjónsson var í miðvarðarstöðunni, Aron Bjarki vinstri í bakverði. Og Róte skemmtilega gert þarna hjá Blikum og Niklas Róte skorar annað markið á 72. mínútu. Fékk hérna flotta hjálp frá Elvari Árna sem kom inn eins og varamaður. Það var virkilega vel gert í Elvari þarna og Róte hefur náð að setja, hvað er þriðja markið hans í sumar? Þórður Steinar, sjáum hérna KR-vörninni eitthvað sofandi. Róte með sendinguna út og þetta er Ben Everson og hann með sendinguna fyrir markið og Elvar Árni Aðalsteinsson 3-0. Blikar að taka KR-inga í karphúsið hreinlega. Frábær sending hérna hjá Everson. Þetta var ekki allt búið. Hér er Elvar Árni, tekur vel á móti boltanum. KR-stúkan orðin tóm, menn farnir heim. Takið eftir þessu. Þetta er mark með stæl. Þvílíkt mark. Tómas Óli Garðarsson. Greta Siffinnur fer ekki út í hann. Og Hannes er eða ekki við þetta. 4-0. Og þetta er stærsta tap KR heima á KR-velli í efstu deild frá upphafi, hvorki meira en minna. Og Blikar vinna báða leikina gegn KR á þessari leiktíð og já, það er bara óhætt að segja það, Tómas, að þetta hafi verið óvænt. Já, mjög svo. Við sjáum að KR-ingarnir byrja greinilega betur en að leika á þessum myndum og hefðu getað skorað en Blikarnir þeir kláraðu og valta yfir þá og mér hefur fundist KR-liðið bara verið hætt eftir að þeir unnu FH í Krikanum og ekki gert neitt að viti. Þeir hafa sendt menn í burtu og menn eru farnir í uppskurði og það er bara verið að hugsa greinilega strax næsta tímabil en ég held að svona þeir sem að halda með KR og aðdáendur þeirra sé ekkert ánægðir að þeir sé að sogast niður í kannski eitthvað 5., 7. sæti. Það er alveg möguleiki á að KR endi þar og það er hörmung fyrir KR finnst mér. En það sáu það var hálf tómt þarna í restina. Þeir eru í 3. sæti með 31 stig. Blikarnir eru konur með 29 stig í 5. sæti og það verður að segjast eins og að Breiðablik hefur tekið miklum framförum frá því í fyrra.
Já, tvímælalaust og okkur hefur auðvitað verið tíðrætt hérna sumar að varnarleikur liðsins er auðvitað orðinn allt annar og miklu betri og þeir byggðu þaðan. Síðari hluta tímabilsins náðu þeir að fara að skora meira mörkum, fengu leikmenn í réttar stöður og sóknarleikurinn hefur orðið allt annar. Öll þessi pressa við sjáum til dæmis Elvar í þessum leik, hafa með þá pressa á bakinu framan á móti að bera upp sóknarleik liðsins. Það auðvitað var ekki að ganga, nú kemur hann inn þegar liðið fara að spila betur og hann blómstra núna í þessu leik, skora gott mark og leggur upp annað, þannig að Blikaliðið er auðvitað búið að vera virkilega gott og þeir eru auðvitað í fínu málum þarna í 5. sæti og það er stórkostlegur árangur hjá Ólafi og Blikum ef að þeir myndu ná Evrópusæti. Svolítið gaman að líka hvað mótið er jafnt, að Blikarnir björguðu sér frá falli í síðustu umferð og núna eru þeir að komast í Evrópusæti. Þú veist, deildin er svo rosalega jöfn og svo stutt á milli, þannig að fyrir 2 vikum þá héldu Blikar bara að þeir væru að sogast niður í einhverja fallbaráttu, núna eru þeir bara komnir við toppinn. Já, við ætlum að líta hérna á markið hjá Kristni Jónssoni. Þetta er glæsilegt skotstrákar, en þessi varnarveggur. Þetta er frábær skot, en þetta er ekki varnarveggur, þetta er kallað vængjahurð og hérna var fundin upp í Vestrin í gamla daga. Þetta er mjög flott gert hjá þeim, þeir færa sig svona svo þessi örugglega ekki fyrir. En Kitty Jóns er náttúrulega með frábæran vinstri fót og ég held að Kitty hafi bara séð þetta, að þeir voru bara að fara að opna. Hann setur hann með bara beinni rist þarna upp í vingilinn og hérna hann er svo örugglega ekki sáttur við félaga sinni í vegnum þarna og þeir skuli fara í sitthvora áttina sko, þetta er alveg skandall. Á ekki að vera hræddur við boltann. Nei, við ætlum að heyra í mönnum eftir leik. Liðið búið að vera mjög vel stemmt í núna í vikunni sem við höfum haft, eða vikunum sem við höfum haft í hvíld. Kitty og Finnur fengu frí frá 21. landsliðinu og gátu eftir með okkur og Kitty nýtti það vel. Þannig að þetta var sætt. Ég átti alveg von á sigri en kannski ekki 4-0. Þetta andleysi sem hefur að hluta til einkennt Kári-liðið í seinni umferðinni, það var mjög greinilegt í seinni hálfleik og þið voru aldrei líklegir til þess að koma tilbaka. Ég er alls ekki sammála því að við byrjum seinni hálfleikinn af krafti eftir að hafa rætt vel þá hluti einmitt í hálfleik. Við höfum rætt það undanfarna daga og það er enginn að fara að segja mér það að þessi leikmenn hafa ekki viljað leggja sig fram. Þeir vildu leggja sig fram, þeir voru að reyna það. Hlutinni féll ekki fyrir okkur sem sagði við brennum á vítaspyrnu. Við erum jafnaræði með báðum liðum í hálfleik. Við leiðum síðar hálfleiki fyrstu 20-25 mínútur, þá erum við betra liðið, stjórnum leiknum. Sköpum okkur kannski ekki mikið að færum, en leið annar markið kemur og þá gáfust allir upp og þá fórum menn að hengja haus, ekki fyrr. Þannig að ég ætla ekki að sætta mig við það að menn haldi að við höfum komið hér bara með hangandi haus og spila fyrstu 65 mínúturnar bara öðrungir og verið í einhvern sumarfríi. Menn ætla að leggja sig fram, þeir ætla að selja sér dýrt. Menn vilja vera hærra í töflunum, vilja ná betri árangri en við höfum bara spilað mjög illa undanfarnar vikur og það var engin stór breyting á í dag, samt vorum við inn í leiknum lengi vel en eins og ég segi, við hengjum haus full snemma þegar við lendum 2-0 undir. Já, það er hellingur eftir þessu móti, 3 leikir og mér finnst algjör óþarfi að tala þessi 3 síðustu leiki eitthvað niður og segja sig ekkert eftir. Það eru 3 risastór skref og við erum ekki búin að ná markmiðum okkar og það er að ná Evrópusæti og það getum við gert í næstu 3 leikjum, það gerum við ekki í október, nóvember eða desember, þannig að fyrir okkur er mjög mikið eftir á mótinu sama hvað er hjá öðrum. Þetta var nú, svona maður hélt nú að þetta væri nú betra sendingafæri heldur en skotfæri, varst alltaf ákveðin að negla bara markið? Ég ætlaði fyrst að gefa inn í en síðan segir Óli mér að líta nær honum og ég ákvað að taka bara ákveðin að skjóta. Það var opið þar, mér fannst það að vera opið og ég hitt það svona heldur vel. Já, sagði Kristinn Jónsson í samtali við Hjörtu Hjartarson. Kristinn Jónsson, maður leiksins, þarf að taka það fram að Björn Jónsson fór út af meiddur á 50 mínútu og það var Viktor Bjarki sem kom í hans stað. Lítum hérna á eitt athyglisvert skilti setja þetta í samhengi þessi ósigur KR-ingastrákar, stærstu töp KR-inga á KR-vellinum. Þeir byrjuðu að spila held ég 1984 vestur í bæi, þannig að eitthvað þarna sem að Rúnar talaði Reynir sem að þú vilt? Já, ég er auðvitað erfitt að tala að liðið hafi verið að spila þokkalega ef þeir tapa 4-0 og eru uppskýra stærsta sigur sinna á heimavelli allra tíma, stærsta tap fyrir ekki en sko, hann talar auðvitað að leggja sér fram. Menn eru ekki að leggja sér fram og fórna sér, þeir standi í varnarvegg og það er í fyrri hálfleik og víkja báðir frá boltanum. Það er auðvitað eitthvað að í hausnum þá og eitthvað andlegt og menn er ekki alveg tilbúin í og mér finnst það svona skýrt dæmi um það að KR-liðið hafi ekki verið tilbúið, allavega ekki. Er hann ekki bara svolítið að vernda sína leikmenn, nú gera þjálfararnir stundum koma með, skamma sína leikmenn í fjölmiðlum, ég meina Rúnar er ekki sérstaklega kátur örugglega við sína menn. Ég neita að trúa og þetta er auðvitað ekki gott hjá þeim og Rúnar, hann getur ekki verið kátur og mér fannst alveg vera tækifæri þarna til þess að láta sína menn að heyra það opinberlega.
Rúni náttúrulega, hann bara gerir það ekki, hann vinnur bara öðruvísi heldur en margur annar, hann bara skammar sína menn bara inn í klefa eftir leik eða fer yfir það með þeim eins og kannski frekar hægt að segja, þarf ekki að skamma fullorðna karlmenn, það frekar að reyna að finna lausnir en hann ekki einn af þeim þjálfurum sem hraunar yfir liðið sitt í beinni. Nei, við ætlum að taka okkur stutt